blessaðan daginn, Gunnar Ingi Gunnarsson heiti ég, forstöðumaður í Lofstone Baptistakirkja. Þú ert að horfa á litla sæta netþáttinn okkar Apologia, þar sem við tökumst á að svara spurningum varðandi kristna trú. Og í dag þá erum við að svara spurningunni, kristin trú úrelt? Og mér langar að dempa okkur í eitt vers, hluta af einu versi. Mér langar að fara í Jóhannesarguðspjall, 14. kafla, 7. kafla. 14. kafla, 7. vers, Jesús segir við hann: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það sem að mér langar að spyrja þig þarna þegar Jesús Kristur segist vera sannleikurinn, þegar hann segist vera lífið, getur sannleikurinn verið úreltur? Getur lífið verið úrelt? Þannig að við trúum því sem kristnir að Jesús Kristur sannleikurinn, og í hans orði fáum að vita hver Guð sem sannleikur og uppruni allra speki, allra siðferði og allt sem að við þurfum í þessu lífi í rauninni. Og það sem við lesum í Biblíunni hér að Jesús Kristur segist vera sannleikurinn og lífið. Það ekki eitthvað beint sem verður úrelt yfir tíma, að sannleikurinn sá sami og hann var í gær og í dag og hann verður svo sami eilífð. Jafnvel ef þú trúir ekki að það sé endanlegur sannleikur, þá það sú trú þín að það sé engin endanlegur sannleikur, það er sönnun að þú trúir á endanlegan sannleik, út af því að þú segir það engin endanlegur sannleikur nema það að mér finnst að ekkert sé sannleikur. Þannig að sannleikur fer ekki úr gildi, aldrei úreltur, og það sem við trúum á að Jesús Kristur okkar sannleikur. Nú þegar við spyrjum okkur, hefur hann einhver áhrif í dag? Hefur Jesús Kristur, hann jafn merkilegur í dag og hann var einu sinni? Horfðu á löndin sem best að búa í heiminum. Sjáðu til dæmis hvað margir krossar í fánunum. Horfðu á sagnfræði þjóðanna sem hefur bestu lífsgildin í öllum heiminum, sem hefur minnstu glæpina og svo annað eins. Og þá horfir á sagnfræði þeirra þjóða og þú kemst að þeirri niðurstöðu að flestar af þeim þjóðum með sterkan bakgrunn í kristin trú. Að kristin trú hefur mótað siðferði þeirra, hefur mótað hvernig þjóðfélögin haga sér og annað eins, að sjá fátæka og annað eins. Ef þú ætlar að segja núna, já, nú erum við húmanistafélög, nú erum við húmanistasamfélög, nú erum við ótrúbundin í rauninni, við erum með siðferði kristinna trúar, það sem þú ert í rauninni að segja við erum búin að stela hugmyndum kristinna trú, en við ætlum að henda Jesú Kristi úr þessum hugmyndum, og þá verður þú að spyrja þig, það ekki úrelt hugmynd? Út af því að það sem þú ert í rauninni að segja að ég ætla að vera með siðferði kristinna trúar, en ég hef ekki hugmyndum af hverju. Þannig að ég ætla að elska óvini mína, ég ætla að sjá vel þá fátæku, en ef þú ætlar bara að koma frá þessu frá náttúrulista sjónarmiði, að það sé engin Guð og eina sem við sjáum þetta, og sérstaklega ætlar að koma frá því sjónarmiði að það sem sterkari í náttúrunni mun vaksa og dafna og það sem veikara mun deyja af, að þá hefur engan grundvöll til þess að standa á jafnvel siðferðinu þínu. Þannig að það sem ég myndi segja húmanísk hugsun, sérstaklega hugsun það sem búið að taka úr siðferði kristinna trúar en taka Guð kristinna trúar úr siðferðinu, að það úrelt hugsun. Ef þú hugsar það eins, ef samfélagið áttar sig á því að það siðferði sem það predikar, það sem það elskar, það góða sem það elskar, það hefur engan grundvöll fyrir því, það á að vera úrelt hugsun, og ég klóra mig stundum í hausnum yfir því hvort að fólk muni einhvern tímann fatta það, að rauninni allt það sem þau elskar og það sem það vill sjá rauninni að koma fram við náungan eins og sjálfa þig, það hefur engan grundvöll að þú ætlar að henda Guði kristinna trúar úr þessu. Það sem hún sérði í Gamla testamentinu þegar Guð kemur með boðorðin 10, að fyrstu boðorðin díla við hver Guð þú skalt ekki aðra Guði hafa, þú skalt ekki tilbiðja aðra Guði, og rauninni segja, hei, ég uppruni siðferði ykkar, þegar þið viljið vita hvað ást horfi til mín, tilbiðið hinn rétta Guð. Þannig að ég myndi segja sú hugsun að þú getur verið tekið að láni siðferði kristinna trúar en hent Guði okkar trúar út og haldi bara í siðferðinnar, það á að vera úrelt hugsun, því að þú hefur engan grundvöll til þess að standa á þínu siðferði. Af hverju ættir að venda það veikara ef þú trúir því að það veikara eigi að deyja og það sterkara að lifa og dafna? Ef þú ætlar að horfa á þetta algjörlega frá náttúrulista sjónarmiði eða húmanísku sjónarmiði, af hverju? Þannig að ég spyr þig, þitt sjónarmið úrelt? Það sem að mér finnst kristin trúi vera vín sem að verður aðeins betra og betra með tímanum. Þetta salt, þetta ljós inn í samfélag sem þarf algjörlega á þessu að halda.
Já, góðan daginn, þakka þér fyrir að horfa á annan þátt á Apologia. Það sem ég langaði að segja þér að ef þig langar að vita meira okkur sem kirkju þá getur þú farið á lofstofan.is eða Facebook síðan okkar, facebook.com/lofstofan. Ef þú vilt fylgjast meira með þeim myndböndum sem kirkjan lætur upp á YouTube þá getur þú ítt á subscribe hér að neðan og ef þér langar að horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á annarkur kassan hér til hliðar.